Heiðrún og Baldur, við erum velkomin. Takk fyrir. Segðu mér hérna, það ekki bara ein kirkja sem þið eru hluti, heldur hvað, 3? Já, það Bessastaðakirkja, Garðakirkja og Vídalínskirkja í Garðabæ. Já. Allar í Garðabæ, tilheyra Garðabæ núna. Ok. Já. Þetta alveg rosalega stórt svæði sem að að ræða núna og mikið af fólki. Já. Hvað svona að gerast í Garðabæ? Það alveg heilmikið að gerast í Garðabæ. Hvar eigum við að byrja? Í Vídalínkirkju. Já. Þar erum við til dæmis með hóp einu sinni í mánuði fyrir foreldra sem misst hafa barn. Já. Við erum sjálfboðaliðar þar. Okay. Og það heilmikið kórastarf í Vídalínskirkju, bæði fyrir börn og fullorðna fólkið. Svo erum við með pílagrímagöngur. Okay. Örpílagrímagöngur í Bessastaðakirkju. Örpílagrímagöngur? Já. Hvað er það? Við förum í stuttargöngur og við leggjum á stað frá kirkjunni eftir svona smá innlegg og við leggjum á stað í þögn út frá kirkjunni og við löpum í svona kannski 20 mínútur, hálftíma, kannski lengur. Þetta eru ekki erfiða göngur, þetta eru bara, geta allir gengið þessar göngur og við fáum, áður við leggjum á stað, þá er lagt inn til okkar eitthvað sem við þurfum að hugsa á leiðinni, í þögninni. Svo stoppum við og afléttum þögninni og þá erum við beðin að finna sér mannesku til að ganga með tilbaka. Já. Og ræða bara það sem ef við viljum, það sem við vorum að hugsa á leiðinni. Já. Ég alveg að sjá bara, ég að upplifa bara létti. Já. Af því að hugsa þetta sem þú varst að segja mér. Já. Er þetta ekki svolítið þannig? Jú, og þetta er alveg ótrúlegt. Þetta er, þögnin gerir svo mikið. Já. Maður fer svona inn á við. Já. Inn á sjálfan sig og hugsar. Og þetta er bara ákveðin svona hvíld bara frá deginum, Öllum þessum asa, í 7 lyklum pílagrímsins þá er fyrsta reglan asaleysi. Asaleysi? Já. Já. Og það er eitthvað sem margir mættu tileinka sér í daginn í dag, Já, algjörlega. Þessar pílagrímagöngur, maður hefur heyrt meira og meira það. Þetta er að verða mjög vinsælt og maður heyrir alls konar pílagrímagöngur sem slíkar. En fyrir einhvern sem maður veit ekkert pílagrímagöngur, þá ímyndar maður sér eitthvað sem að gerast í Mið-Austurlöndum, að menn að ganga eitthvað þar og það séu rosalega milljónir manns að ganga. Já. Hvað er pílagrímaganga? Af hverju er þetta pílagrímaganga? Ég held að þetta sé bara svona að fólk fer í pílagrímagöngu mjög oft þegar það er á einhverjum krossgötum í lífinu. Já. Og þarf að fá aðeins að draga sig út úr þessum asa sem við lifum í. Já, okay. Og fara inn á við. Já. Og hugsa. Já. Og upplifa. Já. Upplifa Guð, til dæmis, það hef ég gert. Já. Ég að hugsa líka, þegar þú segir þetta er mér strax núvitund. Já. Það er svo mörg tískuorð og alls konar leiðir hingað og þangað sem er alltaf að tala Já. En þetta finnst mér bara að vera dæmi að vera í núinu, að upplifa núvitund með slíka. Það má eiginlega segja það, Já. Já. Við erum að draga okkur út úr skarkala dagsins og temja okkur asaleysi. Já. Pílagrímagöngur geta verið í alls konar formi, það geta verið mjög langar. Já. Geturðu ímyndað hvað svona lengstu göngur geta verið umfangsmiklar? Já, 800 kílómetra ganga. Já. Það er bara hérna á Egilsstaði, hringveginn. Já, það ekki. Já. Hvar labbar maður svoleiðis? Það er Jakobsvegurinn til dæmis. Já, okay. Ég þekki hann. Já. Ég get talað hann því að ég þekki hann. Okay. Og þú gengið hann allan? Já. Ok. Og Baldur maðurinn minn, hann gekk með mér síðustu 100 Gengum síðustu saman 100 kílómetrana. Hvernig gekk það? Já, meðan hún var að ganga Já. Þá einmitt æfði ég mig í Bessastaðanesinu. Okay. Að gangi ekki svona 2 tíma á dag. Með byrðar í bakpoka. Og hún sendi myndir daglega á einu samfélagsmiðli og sagði frá ferðinni og ég fylltist alltaf meira áhuga eftir sem að hún gekk lengra. Okay. Og sýndi myndir af kirkjum sem hún kom í og kirkjuhurðum og svona
sagan einhvern veginn birtist manni bara lifandi í frásögn. Og ég var mjög eftirvæntingafullur og hérna síðan þegar hún átti eftir viku með göngunni til Compostela, þetta semst á Spáni, þá kom ég út og flaug og hérna í áttina að markinu og þurfti síðan að hérna, taka leigubíl til þess að hitta hann í litlu þorpi, þar sem voru eftir x margi kílómetrar í markið og svo hittust við þar og hérna fyrir ákveðnum stað og síðan gengum við og ég hafði náttúrulega allar roðið inn í fyrst sko, hún var búin að ganga mikið sko, en það hjálpaði að ég hafði haft mig og það sem að ég upplifði svo sterkt var strax að sem strax svo ég kom þarna að það voru svo margir að gera það sama, það voru svo margir að labba að göngufólki myndaði eins og á eða fljót sem flaut áfram, allir voru að fara að sama markinu. Og eftir sem að nálgaðist Compostela sem var loka markið hjá flestum, þá fjölgaði alltaf þeim sem voru á þessum vegi. Því að pílagrimaleiðirnar til Santiago Compostela eru fleiri en ein. Það kom af norðurleiðin og það kom frá Portúgal og svo sameinast þar á síðustu kílómetrunum og þá er þetta orðið svo rosalega margir. Ég skil þig. Þetta var ógleymanlegt en það er frábært núna að geta farið svona örpílagrimaleiðir á Íslandi sko. Og til dæmis voru núna síðasta þriðjudag, það var mjög skemmtileg ganga út á Bessastaðanes og það var fyrirlestur inn í kirkjunni áður en við fórum á stað og hérna kaffi og svoleiðis, hressing. Síðan fórum við þarna út, gengum í þögn út á Bessastaðanesið. Þá eftir vorum komin svona gengt Sjálandinu í Garabæ. Og veðrið var þá svipað í dag, það var svona éljaklakkar og rigning og hérna hagl. Smá áskorun. Og þegar við vorum komin á staðinn út á nesið, það var einn prestur með okkur, séra Hans Guðberg, og hann var með brauðsbrotningu þarna úti í nesinu. Og hann stoppar þarna við stóran stein og segir jæja, hér skulum við halda brauðsbrotninguna og myndi hérna hálfhring í kringum mig því að þið verið að skýla því að það var akkurat einn éljaklakkinn að ganga yfir. Og hérna, og við höfum verið svona 30 manns þarna, 30-35 manns. Og leið hann byrjaði síðan að tala, þá hætti að hríða og sólin braust fram. Og þetta var alveg einstök upplifun. Og maður einhvern veginn fann fyrir sko fortíðin á staðnum því að þarna er svo mikil saga í kringum Bessastaði. Og mér hlakka til að fara aftur á þriðjudaginn næst. Eða ekki? Jú, þriðjudagskvöldið. Segðu mig, hvernig er þetta á dagskráin hjá ykkur núna? Þið eru að fara þetta á þriðjudögum, eða ekki? Já, klukkan 8. Já. Og við höfum verið að leggja stað frá Bessastaðakirkju. Já. Næst ætlum við að leggja stað frá Garðakirkju. Þá verður gengið út í gönguhugleiðslu. Ég vil nú aðeins fá að lesa það hérna. Séra Ardís G. Bernharðsdóttir Lind ætlar að vera með hugleiðslugöngu. Já. Og svo þegar við komum tilbaka, þá ætlar Magnús Jónsson, sagnfræðingur, að vera með erindi pílagrímaleiðir Íslendinga til Rómar. Já, Það hljómar mjög spennandi. Þetta er bara alveg full dagskrá. Já, þetta er alveg þétt dagskrá. Já. Og þetta eru þið búin að vera að gera, hvenær byrjaði þessar pílagrímagöngur? Við byrjuðum í fyrra haust. Já, og við göngum, fyrra vor fyrirgjöf. Já. Og þá göngum við yfirleitt í apríl og maí. Endum alltaf á pílagrímamessu. Og við síðastliðið vor þá fengum við alveg dásamlega fallegt veður og við vorum með hana út á túni hjá Bessastaðakirkju úti í góðu veðri. Það var alveg sólin skein og ofsalega fallegt. Skemmtilegt. En núna verður hún frá Garðakirkju, 27. maí minnir mig. Já, þannig að núna er raun og veru 2 göngur eftir af þessum... Nei, 3. Það eru 3 göngur eftir? Já, það er sem sé á þriðjudaginn. Og svo verður hún þar á eftir og þá verður gengið frá Bessastaðakirkju aftur. Já. Og Margrét í Mundo verður þá með okkur. Já. Og við ætlum að fara þá í heimsókn. Við gerum það líka í fyrra. Af því að hluti af pílagríma
göngu er gestrisni. Og þarna ætlar Elín Jóhannsdóttir, formaður sóknarnefndar, að taka á móti hópnum heima hjá sér í kaffi og örugglega eitthvað gúmulegi. Skemmtilega. Og þar ætlar Margrét að hafa sinn fyrirlestur heima hjá henni. Já. Þannig að þetta er mjög spennandi. Og það er allir velkomnir að koma og taka þátt og bara meðan á húsrum leyfir. Já. Það er alltaf hægt að finna húsrúm, sko. Já. Eigum hann að skrá sig einhver staðar eða bara mæta? Mæta. Já. Og það ef við vilja sko sjá auglýsinguna betur, þá er hún inn á bestastafsókn.is. Þar sjá þeir allt sem framundan er og sem búið er að vera. Okay. Þannig að þetta er bara alveg æðislegt. Það er bara hljómað þannig. Taka sig aðeins út fyrir Skarkalan, gera þetta kvöldi til, við erum búin klukkan 10 minni mig. Á kvöldin? Já. Þá erum við bara búin. Þetta eru 2 tímar í það heila. Þetta eru 2 klukkutímar? Já. Og bara alveg kúpla sig út, hlaða batterín. Hlusta á góða fyrirlestra og bara vera með góðu fólki í kærleik. Þetta er stórkostlegt. Já. Herri, ég ætla allavega að koma og hitta ykkur á þriðjudaginn. Já. Og hlakka mikið til. Takk fyrir það. En að sinni, af því að ég ætla að fá ykkur seinna í heimsókn aftur og segja mér meira af þessu stórkostlega starfi sem er verið að gera þarna í Garðarsókn. Já. Og en bara núna, kæra þakkir, Heiðrún og Baldur, takk fyrir komuna. Takk fyrir að bjóða okkur. Takk.